Velkomin í Rauðan raunveruleika. Í dag ætlum við að fjalla félagsfræði og samfélagsmál og við fengið hann Viðar Halldórsson til okkar, félagsfræðiprófessor við HÍ. Nýlega gaf hann út bókina Sjá samfélagið, þar sem hann fjallar þróun samfélagsins og svona ýmislegt sem að eiga sér stað, þróun sem að eiga sér stað. Við ætlum að fjalla þetta með honum Viðari aukinn einmanaleika, aukinn kvíða, samfélagsmiðlana, firringu, sem hugtak sem okkur sósíalistum oft nærri. Bjóðum Viðar velkomin. Sæll Viðar, takk hérlega fyrir að koma. Já, takk. Nú, þessi bók, hún merkileg og ég hlustaði á viðtali við í Sprengisandi sem ég mæli með. Hver var svona ásetningur þinn með þessari bók? Bókin heitir Sjá samfélagið, sem að þetta snerist Mér finnst að samfélagið og þessi skilningur okkar að við þurfum á öðrum að halda og þetta félagslega, mér finnst þessi skilningur ekki vera til staðar. Mér finnst vera svona ríkjandi og vaxandi svona einstaklingshyggja og sjálfhverfa og hef verið að segja að þetta félagslega, það fær ekki svona alltaf þann svona sess sem það á skilið. Og í fjallasótum í bókinni við sjáum svona þessi tæknilega skynsemisvæðing sem að taka yfir öllu og tæknina og að taka yfir öllu og leysa af bara þessi félagslegu samskipti, það sem við eigum að eiga samskipti við skjái og sjálfsafgreiðslu kassa og spjallmenn og allt það og svona gerir ekki ráð fyrir því að fólk hittist og komi saman og mér hefur fundist þetta félagslega undir högg að sækja og við sjáum þetta líka, COVID náttúrulega ýtti undir þessar hugmyndir allar, við sjáum þetta eins og með bara fjarvinnu og fjarnám og heimsendingar og öllu og allt þetta og fyrir utan sjálfsafgreiðslun og allt þetta hefur vaxið og mér finnst svona að við áttum okkur sem samfélag ekkert endilega á því að þetta félagslega mikilvægt vegna þess að skynsemishyggjan lítur á þetta sem bara eitthvað svona óþarfa tímasóun og slæpingshátt Við erum kannski bara að missa af þessu að samfélagið að þróast svona eftir náttúrulega myndum við sósíalistar segja eftir þessum bara svona eftir þessu auðvaldsskipulagi það verið að hámarka hagnað ráðandi stéttarhagsmunir ganga sinna erinda og þess áttar og oft þetta sett í þann búning að við sem að ná miklum árangri og það séu framfærir og svo framvegis en svo eru kannski svona undirliggjandi þættir sem við erum bara að missa marks af og tökum ekki alveg eftir að eru að breytast. Já, klárlega, skynsemishyggjan byggir á hugmyndum skilvirkni og hagræði, og sérstaklega hagræði. Að vera að spara, búið til meiri peninga og allt þetta snýst allt það. Þannig þessi félagslegu verðmæti sem verða til í samskiptum fólks og samveru fólks, þau eru einhvern veginn verða út undan. Það snýst krónur og aura og samfélagið upphefur peninga miklu meir en fólk. Og þá getum við bara fólk hittist og komið saman og það bara aukaatriði og tímasóun við getum bara gert þetta miklu skilvirkar með öðrum hætti Við erum komin aðeins inn í bókin en grundvöllurinn á bókin var akkurat þetta að benda á að samfélagið til sem fyrirbæri en þú veist sem við áttum okkur alltaf á vegna þess að þessi félagslegu öfl þau eru svona ósýnileg maður getur ekki endilega séð þau eða fest fingur á þeim og allt það, erfitt að mæla þau, þannig þau verða út undan og fólk heldur stundum svona í vaxandi mæli að það sé bara sjálfum sér nægt. Og þannig ég fór að gera þessa bók og byggja hana á greiningu á ljósmyndum, svo kallar visual sociology eða sjónræn félagsfræði, þar sem að ég tók ljósmyndir bara hversdagslífi, það sem ég upplifði í vestrænum samfélögum hér og þar. Og langaði að gera eitthvað við þetta og svo fór ég að greina þessar myndir sem voru mörg hundruð og var með bara svona vegg á skrifstofunum minna sem ég límdi upp myndirnar bara til að finna svona þemu eins og bara rannsóknarlögreglumaður í sakamálaþáttum og bara hvað segja þessar myndir hvað segir þessi snapshot af samfélaginu sem ég tók hvað segja þið mér og hvert bendaði mér og vegna þess að samfélagið svo hratt að við höfum aldrei tækifæri til að staldra við og stoppa og rýna í hlutina
en með að rýna í ljósmyndir þá getum við sett svona bara frist augnablikið og farið að skoða hvað að gerast þarna sko. Og hann ég fór og skoðaði þetta og fann svona ákveðin þemu sem að spretta upp úr þessari svona aðferðafræði, þessari túlkandi aðferðafræði svona, þú veist, hvað samfélag, hvernig það að þróast, hvað jákvætt í því, hvað neikvætt í því og eitthvað slíkt. Þannig að þetta var svona frekar nýstárleg greining, félagsfræðileg greining á bara nútíma samfélagi sko. Og ég vildi koma því áleiðis að það samfélag og það mikilvægt en við þurfum að þá átt okkur á hvort það gott og slæmt og hvernig það virkar. Það var mjög skemmtilegt, þú bentir mér á hérna að ég hef ekki séð þetta áður en í bókinni að það mynd af ungu fólki að mótmæla hérna vinstra megin og þetta eru ungir sósíalistar, þetta eru félagar í Róða, félagi ungra sósíalista og þetta í raun þáttur ungra sósíalista. Þannig að það er mjög gaman að þessu en þarna voru þau að mótmæla. Já, og ég reyndi að tala um þessa mynd, sko. Það er svo mikilvægt að við látum okkur samfélagi varða. Og þarna ungt fólk að fara að mótmæli, sko, sem að mér finnst bara mikilvægt í samfélagi og virðingavert að það einhverju sem að líta á samfélagi sem mikilvægt og vilja stuðla heilbrigði þess, skilur. Meðan að kannski hjörðin, almenningur, sko, sem svona dáleitur af einhverjum snjalltækjum og einhverjum skilabóðum eitthvað, sko, bara gengur í hina áttina þarna í myndinni sko, sem ekkert að velta þessu fyrir sér og ekkert að láta málin sig varða og allt það. Og þannig að ég tók þessa mynd sérstaklega þess svona dæmi það að það mikilvægt að fólk í samfélagi láti sér samfélagi varða og reyna að stuðla að heilbrigði þess og benda þá á og veita aðhald þegar að samfélagi óheilbrigt sko. Það talaði að það sé svona aukið síðróf á margan hátt, að það sé aukin spilling á suman hátt og svo framvegis og þessi aukna einstaklingshyggja kannski tengist þessu að fólk lítur ekki svo á að það eigi að sinna þessum samfélagslegu þáttum. Það hugsar sitt líf og hvernig ég get komið mér á framfæri eða aukið minn frama eða mín þægindi í lífinu og hagkvæmni fyrir mig og mína en ekki fyrir samfélagið. Já, þetta mín tilfinning og þetta sé að gerast svolítið mikið. Og ég held að þessi tæknilega skynsemisvæðing hafi ýtt undir þetta. Að við þurfum ekkert að fara út í búð, við þurfum ekki að fara þarna, við erum að snýst okkur og samfélagsmiðlarnir svona sníða heiminn að okkur, skilur við. Og þá sjáum við ekkert endilega þetta nærsamfélagi kringum okkur sem mikilvægt og þannig sko ég að halda fram að þessi þróun hún svona grefur undan samfélaginu, skilur við. Þessum samfélagslegu þráðum sem að búa til samfélag sem að okkur mikilvægt eins og ég að segja þarna og heilagt og allt það og svona grefur undan því sem hefur alls konar afleiðingar í för með sér. Eins og viðtali sem varst að minnast á áðan, það sem ég var að benda á því að samfélagi hefði svolítið sko týnt sjálfu sér. Við sjáum ýmisleg merki það að samfélagsleg þróun mjög óæskileg. Við sjáum að einstaklingarnir hafa það bara verð. Við sjáum bara einmanaleika og angist og kulnun og kvíða og allt þetta sem bara mjög vaxandi í nútíma vestrænum samfélagi. Við sjáum skautunina og hatursorðræðuna og allt það og átök og stríðsátök og allt þetta. Við sjáum að ríkasta fólki verður ríkara og ríkara meðan það enn fullt af fólki sem að berjast við fátækt, skilur við. Og við sjáum að bara lýðræðið á í hættu og svo framvegis. Það eru rosalega svona slæm þróun sem við sjáum í samfélagi undanförnum árum og ég að halda því fram í þessari bók að svona ein ástæða þess þessi meiri svona áhersla á einstaklinga og þessi keppni og verðleikaræði og allt þetta og að við þurfum að hafa það svo gott, það svona samkeppni við aðra og við vinnum mjög mikið og sköpum mikið af verðmætum en við erum minna með fjölskyldu okkar og vinnum og allt þetta sko. Þetta gref minni samskipti mann á milli, minna samtal og allt þetta. Þetta grefur undan samfélaginu sem fyrirbæri. Og það má sko bara, þú veist, hvað gerir samfélagi og Emil Durkheim sem hann kannski svona merkast í félagsfræðingur allar tíma skrifaði trúarbrögðin kringum 1900. Hann var alltaf að skoða þetta sko, hvað heldur samfélaginu saman, hvað gerir samfélagi? Og hann sagði svona trúarbrögðin byggðu upp nútíma samfélag.
sko. Byggðu upp þetta borgarsamfélag og allt það vegna þess að trúarbrögðin þau bjuggu til svona eitthvað svona vettvang fyrir fólk sem það kom saman, hafði svona sameiginlega sýn á hlutina, það var ákveðin hjálpsými, rækt við nærsamfélagið, samúð og eitthvað þetta, þú veist sem að fólk kom saman í samfélaginu. Svo þegar trúarbrögðin fóru að missa svona tökinn á samfélaginu og þá tók verkaskiptingin við. Þessi verkaskipting í bara kapitalísku samfélagi sko, sem að við skiptumst á að vinna verkin sko, sjómaðurinn veiðir fiskinn í sjónum og hann kemur land og það einhver annar sem verkar aflan, annar sem kemur í söluverðum umbúð, annar sem selur hann og það eitthvað sem kaupir hann gerir eitthvað annað í staðinn. Þannig við erum í tengslum við fólki kringum okkur. Skilur. Og hann sagði að þetta tók svolítið við af trúarbrögðum til að halda samfélaginu saman í stæði ekki bara slitna í sundur, málna í sundur. En núna með þessari tæknilegu skynsemisvæðingu sem að verður svona gaggrinn í bókinni, það var ekkert upphaflega af planið, sko, það bara spratt upp úr greiningunum minni. Þá sjáum við það að þessi tengsl eru að molna. Við kannski getum tengst fleira fólk í gegnum samfélagsmiðla og tengsl út í heim, en ef við förum að eiga minni samskipti í nærsamfélaginu, þá fyrir að molna undan nærsamfélaginu. Sko. Og þá eigum við ekki, við þekkjum ekki, þú veist, fólki nágrann okkar. Eða heilsum ekki fólki sem við mætum á förnum vegi og í búðinni og allt þetta, þá slitnar upp úr þessum þráðum, litlu þráðum sem búa til samfélagið. Sko. Þannig að bókin verður svona gagnrýnin á þessa þróun og heldur svolítið fram að þessi þróun sé kannski svona ákveðin ástæða fyrir því að samfélagið svolítið að týna sjálfu sér. Minni samvitund, minni beinsamskipti, minni samúðar, skilningur og allt þetta. Sko. Þannig að svona greiningin fer út í þá sálma svolítið. Sko. Það eitt sem alveg stórmerkilegt og bara varhugavert og áhuggefni og hrikalegt að sjá að þrátt fyrir að kapitalismin hafi stóraukið svona framleiðni og afköst efnahagskerfisins og slíkt að þá með auknum velsnægtum samt kvíði, einmanaleiki og depurð að aukast. Já, þetta bara eitthvað, sko, samfélagi ekki byggt upp á heilbrigðum forsendum fyrir heilsu fólks, skilur við, félagslega heilsu og alltaf, en síðan svona orð sem ég nota, það félagslega heilsa, sko, við tölum aldrei hana, sko, við tölum upp að vera heilbrigður á sál og líkama. Og þetta partur af þessu áhanda félagslega svolítið ósýnilegt, en við tölum aldrei eitthvað það, sko, að félagslega heilsa sé mikilvægt, sko. Þú veist, og ég segi það mikilvægt fyrir okkur einstaklingi samfélagi að hitta annað fólk í nærsamfélaginu. Þú veist, að fara, þú veist, að mæta í skólan snýst ekki bara að læra námsefnið, sko, það snýst að tengjast veru fólki og tala saman og heyra önnur sjónamið og allt það, sko. Þú veist, og að fara í sund, sko, snýst ekki bara það að baða sig og fá hitta í kroppinni að synda, snýst líka að hitta fólk, sko, og allt þetta. En þetta bara, sko, samfélagi, nútíma samfélagi, hefur enga virðingu fyrir þessu. Við getum bara klift þetta út úr myndinni og bara, þú ert bara í fjarnámi og bara fær vörurnaðinn að senda heim og ert í fjarþjálfun í ræktinni og eitthvað, skilur. Og svo þegar þú fer út í búð, þá talar bara við eitthvað skjá, sko. Bankaviðskipti gerur þau bara gegnum app og allt það. Og punkturinn minn þessi kannski, það ekkert af þessum tækni lausnum. Það enginn af þeim kannski slæm í sjálfu sér, skilur. Það rosa gott að geta bara gert bankaviðskipti í gegnum app og þægilegt og gott fyrir margan hátt. Og það gott fyrir marga að geta stunda fjarnám sem geta ekki komist í námi öðrum hætti og allt það, sko. En punkturinn minn þessi, þegar þetta safnast allt saman, þegar það dregur úr þáttöku okkar í nærsamfélaginu á öllum vígstöðum, skilur, við förum sjaldnar í skólan eða vinnuna eða út í búðina eða þangað, sko, og erum meira að horfa á skjáin okkar, sko, þá molnar undan þessum bindiefni, þessum fræjum sem að búa til samfélag. Vegna þess að samfélag verður til í samskiptum fólks, þú veist, í nærsamfélaginu, sko. Þannig að það svona, já.
Ég var í Háskóla Íslands að læra sálfræði og þar voru 300 nemendur eða svo sem byrjuðu á fyrsta ári og þá sátum við oft mjög mörg í sal og okkur var í raun bara falið að, þú veist, lesa námsefnið sjálf og fara yfir þetta og þess áttar sko. En sumir kennararnir svona peppuðu okkur til þess að mynda einhverja leshópa og slíkt sem var mjög gott og ég og fleiri gerðum það, við mynduðum leshóp og sá hópur hélst í gegnum alla skólagönguna og þetta allavega fyrir mitt leyti þetta bara aldrei gengið upp hjá mér ef það hefði ekki verið fyrir þennan hóp en það svona merkilegt að það var ekki einhvern veginn kerfislega sett inn í námskerfið heldur var þetta eitthvað sem við þurftum að gera svolítið að sjálfstæðum en allavega voru kennararnir sumir meðvitaðir þetta. Já, og þetta eitthvað sem við vinnum með eins og í félagsfræðinni að reyna að virkja nemendahópin sko, vegna þess að það svo mikil verðmæti fyrir nemendur að vera í tengslum við aðra nemendur. Og þú lærir miklu meira í skóla heldur en bara námsefni sem stendur í bókinni sko. Þú lærir alls konar aðra hluti sem jafnvel eru mikilvægari heldur en það sem stendur í bókinni sko. Það lærir þá lærdómur. Þú veist. Og þannig myndast þessi tengsl mann á milli og skilningur okkar fyrir öðrum og tengslanet okkar styrkist og allt það skilur þannig að þú veist það er fullt af hlutum í þessu og ég segi líka sko var þetta tengslanet sko þú veist, nemendur sem mæta í tíma til dæmis og þú veist og eru þáttakendur og spyrja þeirra að spjalla, þau fá eitthvað út úr því og þá verður tengst milli nemenda og líka milli mín og þeirra. Það er mjög erfitt fyrir mig að fá tölvupóst frá einhverjum nemanda sem hefur aldrei mætt í tíma og horta út í skjá og er að biðja mig meðmæli. Ég veit bara ekkert þessa persónu, skilur. Allt þetta svona glatast ef að þú vil missum þessi beinu samskipti úr samfélaginu okkar, þessi tengsl fólks á milli og sem að hjálpar okkur að búa til samfélag, hjálpar okkur að fá stuðning, hjálpar okkur að færa okkur til að líða betur og skapar alls konar svona félagsleg verðmæti, sko. Karl Marx talaði nú í sínum skrifum og fræðum að kapitalismin breyti fólki eiginlega í bara svona tannhjól sem að gengur inn í gangverk kapitalismans og á bara sinn eina stað og hlutverk til þess að auka sko arðsemi hlutafanna eða eigandana eða borgara stéttarinnar og nú eru orðin 200 cirka árum setna eða svo að þá eru orðin svona risavaxin hnattvædd síðmenning og hagkerfið okkar er búið að snarstækka alveg gríðarlega mikið af fátækt er búið að vera útrýmt við nefnum oft að við höfum það betra í dag og heimurinn sé að verða minna fátækur en það má taka það fram að á síðustu 4 áratugum 80% af þeirri minnkun af fátækt má rekja til Kína en í þessari efnahagslegu maskínu sem heimurinn er með í dag sem mannlega samfélagi myndar þá erum við líka að grafa undan lífsskilyrðum og umhverfi sko bara lífsskilyrðum framtíðarinnar af því að þetta er ekki sjálfbært við erum að veitast að vistkerfunum, við erum að veitast að loftslaginu og það er að missa sinn stöðuleika sem við kannski höfum tekið bara sem gefnum og stundum finnst manni eins og þessi maskína allir bara, hún mun bara ganga áfram og fylgja sínum markmiðum sem eru aðalega hagnaður sko, fyrir örfáa þar til við göngum á okkur döðum. Já, þetta er bara það sem að sko, þess að tala margir fræðmenn svona ákveðna athyglisblindu fólks og ég segi, það stendur aftan á bókinni minni sko, þetta er bók sem enginn var að bíða eftir en allir hefur gott að ég lesa sem snýr akkurat þetta sko, þessi efnahagslega velsæld sko, hún gerur okkur kleift að gera alls konar hluti, við höfum það rosa gott betra núna en nokkur tíma áður efnahagslega sem bara samfélag en við höfum það kannski bara óþarflega gott, svo má orðið komast. Og Neil Postman, fjölmiðla rýnir, hann skrifar bók sem heitir Amusing Ourselves to Death. Við erum svolítið bara skemmt okkur til dauða og tortíma okkur, sko. Og við erum að tortíma jörðin okkar því við höfum það svo gott. Og við sjáum þetta í endalausum fréttum af bara, þú veist, hvað við erum að fljúga mikið og hvað við erum að neita, skilur við, þú veist, bara fullir gámar hérna hjá Sorpu af einhverju drasli sem við kaupum, einhverjum einnota fatnaði. Þú veist, það er endalaust svona bara bruðl og spreð, sko, að því við erum alltaf í einhverju samkeppni við aðra og erum í einhverjum svona tíðaranda sem að er bara óhállur fyrir okkur og samfélagið og jörðina. En við erum svo mikil hjarðdýr, sko, og við áttum okkur ekki endilega á þessum öflum sem að ýta okkur þangað. Og ég er að fjalla svolítið þetta, enda þessi sjáum samfélagið, sko, reynum að sjá þessi ósýnilegu öfl
sem eru að ýta okkur í þessa samkeppni, í þessa neyslu brjálaði, skilurðu, og að ýta okkur í þessar áttir, sko. Og hefur mjög slæmar afleiðingar mögulega og ekki einu sinni endilega að veita okkur lífsfyllingu. Alls ekki, og þessi kannski kvíðinn og einmannaleikin og allt að aukast. Við erum á okkur alrangri vegferð með þetta. Og ég byrja bókin í fyrsta kaflanum og kem ég með svona dæmisögu af fiskum sem að synda í vatni. Og það einhvern veginn, sko, það eru 2 ungir fiskar sem að synda og mæta eldri fiski koma syndandi og gagst þær átt. Og þegar þeir mætast þá þeir eldri fiskurum við þá yngri bara, já, góðan daginn krakkar, hvernig er vatnið? Eitthvað svona. Og yngri fiskarnir synda fram og lítur annar þeirra forvið hennar sem bara, hvað er eiginlega vatn? Og þú veist, fiskarnir átta sig ekki á vatninu sem umlykur þá, þeir eru svo samdaunað í. Og bara, þú veist, þeir þekki ekkert annað. En vatni í kringum fiskarna getur verið næringaríkt og heilbrigt og tært og yndislegt, skilurðu, og gert þeim gott. Það getur líka verið óheilbrigt og gruggugt og eitrað, skilur við. Og straumurinn í vatninu ber fiskana, sko, í einhverjar áttir, sko, og þeir bara fylgja straumnum, sko. Og þessi dæmisæði er náttúrulega bara myndlíking fyrir samfélagið, sko. Samfélagið sem umlykur okkur og við tökum sem gefnu og sjálfsögðu og erum alveg, sko, svolítið blind fyrir, sko. Það getur verið heilbrigt og jákvætt og uppbyggilegt, sko. Það getur líka verið skaðlegt og allt það og það getur sent okkur í hjörðina í einhverjar vafasamar áttir. Og ég að segja í þessari bók að samfélagið svolítið að senda okkur í að vatnið gruggugt og ekkert endilega heilbrigt. Vatnið sem við svömlum í dag frá degi og það svolítið að straumadríði svolítið að senda okkur í áttir sem að gera okkur hvorki hamingjusöm né bæta samfélagið, sko. Og það svona, og við þurfum kannski að fara að sjá þetta að mínum mati og átt okkur á spyrja spurninga vatnið sem við erum í og þá að reyna að bæta stöðuna og bæta samfélagið, gera það heilbrigðara og betra fyrir okkur sem einstaklinga og samfélagið sjálft, sko. Ég tek hjartanlega undir það og þetta einmitt að við eigum að vera hinn vitiborni maður, homo sapiens, og við höfum getuna til þess að átta okkur á stærra samhenginu og reyna að sjá fyrir hvað að koma og bregðast við í samræmi við það og ef við myndum einmitt fleiri staldra við og sjá stærra samhengið með okkar bestu vísindum og fræðum og þess áttar, þá ef við myndum sjá það, þá kannski myndum við aðeins forgangsraða lífinu okkar öðruvísi. Já, þá ertu komin að hinum punktinu sem að bókin fer að leið út í. Það þessi gagnrýnis- og tæknilegu skynsemisvæðingu sem byggist í skjávæðingunni. Við lifum meira og meira í skjásamfélagi. Það sem við þurfum að gera allt í skjái, það ætlast til þess, stjórnvöld ýta okkur í þessar áttir, þú veist, það öll samfélagsins, markaðurinn ýtir okkur í þessar áttir, samfélagsmiðlarnir ýta okkur í þessar áttir og gera okkur háða þessar samfélagsmiðlum og við áttum okkur ekki á endilega að á bakvið þetta eru bara öll sem hafa fjárhagslega og fjárhagslega hagsmuni og völd að leiðarljósi. Í gegnum hinum megin við skjáinn, sko, samskiptamiðlunum, þar eru bara, þú veist, hundruðir sérfræðinga sem hafa það hlutverk að brjóta niður varnir okkar og gera okkur háð þessum tækjum og tólum. Og þetta bara algjörlega sama aðferð og spilavíti. Það var notað, sko, í spilavítum og gengur í spilavíti, það var búið að hanna allt umhverfi algjörlega í bara, þú veist, algjörlega í þaula, sko. Bara hljóð og lykt og áferð og allt þetta, hvað þú vinnur oft í spilakassanum, það er búið að sérfræðingar eru búin að reikna algjörlega út veikablettin okkar, sko. Og spilavíti byggja á þessu og það er verið að húkka okkur inn og gera okkur háð því að spila, þannig við spilum meira og meira. Það er alveg sama taktík sem samfélagsmiðlafyrirtækin að nota, að húkka okkur inn í þetta. Þannig eins og þú segir að það sjá þessa stóru mynd og allt það er verið að stela athygli okkar, og festa okkur í þessum skjám og skjá samfélagið, screen society eins og má bara kalla það, sem við eigum að gera allt í gegnum skjái. Það, þú veist, að draga athygli okkar frá þessu félagslegi kringum okkur og það er endalaust feed,
þú veist, á samfélagsmiðlunum. Maður getur verið endalaust, bara alveg svo spilavítin, við vilja við séum inn í þar sem mest. Þannig græða þessi fyrirtæki og verða, ég menna, stærstu fyrirtæki í heimi, þetta allt meira og minna fyrirtæki í samskipta og afþreyingarmiðlum, sko, sem hefur tekist ætlunarverk sitt og því meira sem þau græða og vera stærri, það segir meira hvað við erum að tapa í félagslegum samskiptum okkar á milli þegar við erum farin að fara þarna inn. Þannig að samskiptamiðlarnir eitt sem þeir gera og þessi skjávæðing, hún tekur athygli okkar frá nærsamfélaginu og hlutum sem virkilega skipt okkur máli og líka það að eins og ég segi þá svona kvarnast úr samfélag okkur við aðra vegna þess að samskipti gegnum skjá þau eru miklu takmarkaðri en samskipti augliti til auglitis samskiptum. Þegar ég á í samskiptum þegar við eigum í samskiptum hér, þá byggja þau á fullt af hlutum, sko. Því sem sagt, skilur, og það það sem að samskiptamiðlarnir ná í gegn, einhver leyti, því sem sagt og þú veist það sem skrifað og eitthvað slíkt. En það bara einn lítill hluti af samskiptum, sko. Samskiptin byggja líka á svipbrigðum, því sem ekki sagt, þögn rosalega sterkt samskiptatæki, augnsambandi, það ekki hægt að ná augnsambandi gegnum skjá. Það bara ekki hægt. Það ákveðin nánd, það lykt, það snerting, þú veist, líkamstjáning og allt þetta. Þannig að það sem sagt bara mjög lítill hluti samskipta. Þannig að það misskilningur að telja það að samskipti gegnum skjái komi í staðinn fyrir samskipti augliti til auglitis. Þetta bara miklu takmarkari samskipti á allan hátt. Og í gegnum skjái svona myndast ekki sömu tilfinningalegu tengsl eins og geta myndast í augliti til auglitis samskiptum. Það alltaf þessum takmörkunum háð. Þannig að skjásamfélagi bæði tekur athygli okkar frá hlutum sem skipta okkur máli í nærsamfélaginu og dregur úr félagslegum samskiptum okkar, beinum félagslegum samskiptum við aðra, gerur okkur á söluvöru á markaði, skilurðu, við erum notuð þannig á samskiptamilum, og dregur úr þessum tilfinningalegu tengslum fólks við aðra í samfélaginu vegna þess að þau ekki eins í gegnum skjái eins og þegar að fólk kemur saman. Þannig að gagnrýni bókarinnar fer svolítið út í þessar áttir sem að svona ætlað að skýra svona af hverju samfélagið að svona missa fótana og týna sjálfur sér, sko, vegna þess að þessi samskipti sem við eigum við aðra, sem ég kalla félagslegi töfrar, og eru dýrmætasta og verðmætasta afurð samfélagsins, verðmætasta fyrirbæri samfélagsins, samskipti mann á milli. Þannig verður samfélag til. Það að ég að labba með hundi minn, sko, kvöldi, og það eitthvað sem mæti og ég bara, góða kvöldið. Það bara augnsamband og svona. Það segir bara, við erum í þessu saman, svolítið. Þá veitur okkur báðum bara, já, ég ekki einn. Þetta verður slítið en gerir rosa mikið. Já, og þú veist, þannig félagslegi töfrar geta verið eitthvað bara smá viðurkenning á tilvist annarra, við erum í þessu saman. Og svo bara dýpri samskipti, bara ástríða á milli elskenda og allt þetta, skilur við. Og það það sem í bókinni þá sprettur fram þetta hugtak félagslegir töfrar sem að búa til samfélag og gera okkur heilbrigðari og láta okkur líða betur og allt það, sko. Og það byggist á þessum samskiptum sem eru miklu öflugri og áhrifameiri þegar við hittum fólk heldur við gerum það í gegnum skjái. Við getum ekki skipt því út fyrir ykkur samfélag á samfélagsmiðlunum. Það nær aldrei að verða það sama og í svona raunheimum. Já, klárlega. En sko samskipti gegnum, þú veist, tæknin getur hjálpað okkur, þau getur aukið samskipti okkar og allt þetta. En eins og við erum búin að nota þetta og eins og þróunin þá, þú veist, þá ekki endilega gott í jafnvægi þar á milli. Neil Postman sem ég nefndi áðan, hann sagði að svona stórar tækninýjungar, við teljum ofta að þær geti verið svona viðbót við lífið og tilveruna. Og hann segir, það mikill misskilningur, Svona stóra tækninýjungar umbreyta öllum, skilurðu, Þannig, en þú veist, við lítum á þetta sem viðbót, en það eru umbreyta. Og þess vegna þurfum við að átta okkur á því að
þráttur að tæknin sé stórkostleg á margan hátt og geti veitt okkur gríðarleg tækifæri og reynist mörgum vel, þá þurfum við jafnvægi. Við þurfum að halda í félagsleg samskipti, augliti til auglitis með fólki í kringum okkur, við þurfum að rækta þau, við þurfum að styrkja þau og gera þannig vatni sem umlykur okkur heilbrigðara og næringaríkara. Það var nú eitt sem Karl Marx sem sagði líka, hann talaði og fleiri sósíalistar í gegnum tíðina sem hafa greint kapitalismann og þess áttar að hann vildi meina að það væri svona í gangi svona óreiða framleiðslunar eða anarchy of production að sem sagt það verið bara að hámarka hagnaðinn og tækni nýjungum fleitið fram og það verið að fjárfesta og auka hagnað og þetta bara gjörbreyta samfélaginu á tiltölulega stuttum tíma og Marx skaut svolítið á svona íhaldsmenn sem voru auðvitað að gagnrýna hann á þessum tíma og verkalýðshreyfinguna og stóðu með borgarastéttinni meira á þeim sem áttu auðmagnið. En Marx nefndi sko að íhaldsmenn ætti í raun að vera meira gegn kapitalisma af því að kapitalismin svo mikið að bara grafa undan þessum gömlu félagslegu tengslum sem voru áður og við erum sannarlega búin að sjá það og nú einmitt með Elon Musk, milljarðamæringar sem eru að kaupa sér sína eigin samfélagsmiðla og Guð má vita hvað ætla sér með því sko. Og það, sko, það ekki neinstæðar í sjónmáli að einhvern veginn regluvæða þessa samfélagsmiðla, allan ekki í Vesturlöndunum. Við getum kannski skoða það að það verður nefnt hérna í þessum þætti sú hugmynd að samfélagsmiðlarnir yrðu heimsvæddir á einhvern hátt eða færu svona undir lýðræðislega stjórn fólksins í heiminum að algrímin sem þau nota séu sem sagt open source eða bara open ská að fólk geti séð hvað verið að gera því að það væri nú hægt að einmitt hanna svona samfélagsmiðla eftir öðrum forsendum en bara að hámarka hagnað og þá getur þeir kannski verið mun betri. Já, en það gengur gegn hagsmunum þeirra sem að stýra sannarlega. þannig að það verður þá að vera einhver svona opinber sko, þú veist, eitthvað og alþjóða samstarf það sko. En alveg eins alla tækni nýjungar sko, það svona verða oft svona hættulegar sko, bara þú veist og þeir sem fundu þetta upp oft svona bara með eftirsjá yfir því sko, vegna þess að þeir lendi í höndunum á fólki sem kann ekki með þar að fara sko. Þú veist, og bara hvort við tölum Oppenheimer eða bara veraldarvefin eða gervigreindina sko, það hafa allir lýst yfir bara eftirsjá sko, og bara vegna þess að bara það eitthvað, þessi tækni tekin og notað í eitthvað annað sem að gagnast einhverju sérhagsmunahópum sko, á kostnað allar annarra sko. Og því miður þá rosalega hættuleg þróun í gangi virðist vera með að því að ríkustu menn heims bara þú veist, þeir milljarðamæringar sem maður getur talið kannski á 2 höndum eða svo bara frá COVID, sumir þeirra eru búin upp að næstu í 2-falda held í auðsinn sko á þessum tíma, þannig að þeir eru að verða bara stjarnfræðilega ríkir og sumir eins og hagfræðingurinn Janus Varoufakis, hann hefur nefnt að við séum komin á eitthvað svona nýtt stig kapitalisma og kannski meira þess að þetta valla kapitalismi, heldur vill hann meina að við séum í einhvers konar svona tæknilegu lénsherra kerfið að teknofjúdalism þar sem að því að öll almannarýmin okkar eru þú veist, Facebook, Instagram er mjög mikið til og netið og samfélagsmiðlanir sem eru í eigu örfárra aðala sem verða öflugri og eru með bara nánast komnu sko beint með ríkisvald Bandaríkjanna núna 20. janúar. Já, nákvæmlega. Þetta er ættulegt og bara eftirlit með fólki, sko, gegnum þetta allt saman, bara eftirliti með borgurinn er bara orðið rosalegt og allt það. Og þannig að þetta er eitthvað og svo líka, sko, þú veist, þegar að samfélaginu og heiminum er stýrt á einhverju svona forsendum, einhverja sérhagsmuna, sko, þá grefur það undan öllu og við sjáum líka það að, ég fjallum það í bókinni að, sko, það verið að telja okkur alltaf trúum það að heimurinn sé svo hættulegur, skilurðu. Að heimurinn sé svo hættulegur að vera í kringum annað fólk og allt þetta og svona, þú veist, og það er svona ákveðnir aðilar bara sem hafa hagað því að spila út eins og bara byssueign í Bandaríkjunum, sko, bara heimurinn svo hættulegur, við verðum að byssueignin verður að vera almenn, sko, og þetta er líka á við með bara samfélagsmiðlan og allt þetta, bara verið örugg, sko, í gegnum með tækin okkur og tólin, sko, og allt þetta, vegna þess að það er bara hættulegt að vera meðal fólks, sko, og þetta er svona það sem að þú veist, er partur af þessu líka sko. Það eru svona bara valda ójafnvægi, það eru mjög sterkir valdahópar sem eru að stýra samfélaginu algjörlega á sínum forsendum
Og ég fer út í það, bara í svona greiningu hérna í lok bókarinnar svolítið, að líkja ástandinu núna, þessari svona, sem ég kalla svona blindu, athyglisblindu á að við sjáum ekki strauman í vatninu sem að bera okkur eitthvað. Og ég ber það saman við ástandinu bara fyrir bankahrunið. Árin fyrir hrun þá var svona ákveðin stemning í samfélaginu. Þetta var stjórnað, það var svona mikil nýfrjálshyggja og frelsi, auðmann að gera þetta og að skapa alls konar hluti og útrásavingarnir, svona stolt Íslands, bara svo handboltalandslið og eitthvað. Það var bara svona til ykkur stemning og svona neyslu stemning og flatskjár og allt þetta. Og við svona bara fórum í þennan straum sem samfélag og fylgdum bara með, svona þótti gagnrýnislaust. Og háskólasamfélagi verður til dæmis gagnrýnt í rannsóknarskýrslu Alþingis fyrir að við erum ekki að tala, við erum ekki að benda okkur á þessa hluti. Segir bara, heyrðu, bara hérna er ykkur, bara þú veist, þetta er bara óeðlilegt ástand og við þurfum að gera allt þetta. Og ég greini bara sömu elementin núna eins og voru fyrir hrun. Við erum algjörlega einhvern veginn svona athyglisblind okkur á þessa þróun og þetta eru sömu fyrirbærin í gangi, það er svona alþjóðleg stemning einhvern ákveðin svona frjálshyggju og tækni og allt þetta skilurðu sem að svona hafa tekið þessa öldu og við erum öll einhvern veginn komin á vagnin sko bara með, þú veist, með kaupa nýjasta síman og gera þetta og fylgjum þessu alveg svo við keyptum hérna flatskjána þá og allt þetta og trúum að þetta sé gott og jákvætt og allt þetta sko. En við erum að stefna bara í sama þrotið, sko. Við erum að stefna í bara svona félagslegt þrot sem samfélag, alveg eins og við stefndum í efnahagslegt þrot sem samfélag 2008. Þannig ég segi þetta sé bara sama fyrirbærið sem í gangi. Við erum í þessum straumi sem við áttum okkur ekki á og þess vegna heitir bókin líka Sjá samfélagið og þess vegna finnst mér að vera mitt hlutverk vegna þess að það var talað það í rannsóknarskýrslunni að fræðafólk hafi ekki verið nóg gagnrýnið. Og ég tek það mjög alvarlega og ég bara, þú veist, með þetta svo, við erum hérna með öll teiknin á lofti að við séum á rangri vegferð sem samfélag. Og þá er það mitt hlutverk að koma fram og benda á það og benda á fílinn í stofunni eins og mér finnst hann og til að reyna að skapa ykkur umræðu það hvort að á hvaða vegferð samfélagi er, sko. Það er mjög gott og vel gert og lofsvert að gera það. Ég held einmitt að Noam Chomsky hafi haldið því fram að hlutverk fræðimanna þyrfti að vera svolítið í svona kreðsunni og í því sem er að gerast í samfélaginu í dag að fræðimenn mætti ekki eins og þeim kannski hættir stundum til að fara bara upp í fílabeinsturnar sína og vera í sínum pælingum og spekulasjónum sko, en eru ekki einhvern veginn að stíga inn í samfélagið og reyna að miðla þekkingunni sinni og sérstaklega með þegar að eitthvað eins og svona stórt hrun er í aðsiglingu eða eitthvað stór vandamál er í aðsiglingu og það var nú eins gott að eitthvað komi og reyna eins að vekja fólk til umhugsunar. Ég áttaði mig á einu hérna daginn, ég var að gera þessa grein hérna sem heitir Samfélagið týnir sjálfu sér sem var svona stilt í þessu uppsóldi svona samfélag verður rangurli. Svo áttaði ég bara á nokkur dögum seinna þá að ég mikið vitnaði mann sem heitir Robert Putnam sem skrifaði bókina Bowling Alone í Bandaríkjunum árið 2000. Þetta er alveg þverrandi félagsauð. Fólk var minna að taka þátt í félagsstarfi í kringum sig og þú veist og allt þetta og þá svona gliðnar samfélagið allt saman. Og hann lýsti þessu samfélagi á mjög svona gagnrýninn hátt, samfélagfirringar og allt þetta og einstaklingshyggju og verri heilsu og myndi brotna upp úr samúð eða draga úr samúð og skilningi öllu þessu. Og ég fattaði bara eftir að ég búin að skrifa þessa grein, það var eitthvað fréttasáttur og ég var bara að segja að nákvæmlega sama og Robert Putnam var að tala í Bandaríkjunum aldamótin, sko. Já. Að mér fannst bara, þetta eru sömu einhvern veginn elementin í gangi, sama þróunin á Íslandi árið 2024 var í Bandaríkjunum þá. Putnam nýja bóknum sem er Upward og þar talar og sýnir að þetta er bara allt sem hann sagði, bara, þú veist, það er bara haldið áfram að gerast og við sjáum bara ástandi í Bandaríkjunum, sko. Og játtum ég var bara að tala sama hlutin, við erum bara setna á ferðinni, sko. Og þú veist og það er spurning hvort að sko, við viljum fara þessa vegferð sem Bandaríkin að fara sko, eða hvort við viljum reyna að bregðast við einhvern veginn og reyna að byggja upp meiri félagsauð og félagslegi töfra og reyna að ná samfélaginu saman frekar en að slíta því endalaust í sundur og gera það bara einhverjum einstaklingum sem er allir að keppast sín á millum að njóta lífsins og bara í samkeppni við næsta mann sko. Heyri, ég tek hjartanlega undir. Ég vil að segja hérna sögu að ég hitti hérna, tók leigubíl
daginn og það leigubílstjórinn var frá Írak og þetta var vetur núna fyrir jól og ég var að spyrja hann svona hvernig hann hefði það á Íslandi, hann var búinn að lifa hérna í 3 eða 4 ár og hann sagði að honum þætti fólki frábært og allt það sko en svona kynni ekki alveg var ekki alveg að finna sig hérna, hann saknaði svo margt sem í Írak og ekki bara myrkrið sko, heldur talaði hann sérstaklega að nú Írak náttúrulega svona þriðja heimsríki hefur upplifað stríð og upplausn og hörmungar alveg hver á fætur annari en hann talaði að sko honum fannst fólk á Íslandi vera svo lítið að fara og hittast og hann saknaði þess stórkostlega og hann nefndi að á Ramadan hjá þeim að þá bara úti í Bagdad að þau koma heim eftir vinnuna og á Ramadan brjótaði öll föstuna saman svona kvöldið og þá það ekki kannski eins og hjá okkur á jólunum að þá erum við með litlu fjölskyldun okkar sem þetta alveg einslegt en í Írak þá fara þau út bara á götu með sko öllu nærsamfélaginu og öll að borða saman og þess áttur. Hann saknaði þess mjög. Þannig að þrátt fyrir þessa miklu fátækt, mun meiri fátækt sem þar, þá fannst honum eitthvað svona rosalega vanta hérna á Íslandi. Já, og það vanti og þá verður minni svona samúðarskilningur og minni tengsl og minni hjálpsemi og minni félagsauður og meiri firring og minna traust milli borgarana. Við sjáum það líka bara hérna, þú veist, þegar við þurfum að efla löggæslu og efla eftirlit með borgurum. Það allt merki þverrandi félagsauð, sko, vegna þess að það að molna undan þessum félagslegu samskiptum. Og bara til að koma aftur að þú talar þriðja heimsríki, sko, og akkurat það bara hvað gerir okkur hamingjusöm. Og þú veist, ég átti mjög góð skemmtileg spjall við hann, hérna, hringfaran sem að fór hérna hringinn í kringum heimina á mótorhjóli sko. Já. Og fór út allt og fór bara hérna var víða og hann sagði sko bara sat eftir í honum hvað merkir bara hvað fólk gott á upplægi, bara einstaklingar eru góður. Ég að segja það líka sko, við verðum að bara treysta hvort öðru og allt þetta. En hann sagði líka það var svo merkilegt að fólki sem var hvað glaðast og ánægast og hvað svona hjálpaði mest, sko, það var fólki sem átti minnst, sko. Skilur þú veist, það gaf honum að borða á húsaskjól og veitti mest, sko. Og það kannski þetta, sko, að þetta kapplaup okkar og þessi efnahagslega velsæld sem við erum alltaf að keppa að og snýst að, þú veist, gera allt í, hún veitir okkur ekki raunverulega hamingju, sko, vegna þess að hún dregur okkur frá fólkinu í kringum okkur, hún slítur út í sundur, hún grefur undan samfélaginu, skilur, og eftir erum við bara einstaklingar, sko, og sem einstaklingar erum við alltaf, þú veist, í verri málum en í hópi, sko. Þú varst að tala hérna við Geir Sigurðsson Confucius daginn, sko, og það kom þetta að grundvallar pælingin, sko, að þú veist, það alltaf tveir, sko, það gerir, þannig verður mennskan til, skilur. Og það uppspretta félagslega töfra, að fólk komi saman, þá verður eitthvað til. Og þetta, þú veist, þannig að peningar og efnahagsleg farsæld, sko, og hagsæld, sko, ríkidæmi ekki ávísun á hérna heilbrigði eða gleði, sko, skilur. Það bara eitthvað allt annað, sko. Já, það því miður segir ekki allt og fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á að það sem að veita fólki mestu hamingi í lífinu eru helst þessi félagslegu tengsl, fjölskyldan og vinnir og nærumhverfið að það svona situr eftir hjá flestum. Já, við sjáum það líka í þessu með félagslega tengsl og það sem Pötna var að tala með félagslega þáttöku og allt það. Ég tala dúrkamáðan með trúabröðin og svo var verkaskiptingin. Og þegar fólk fór að vinna það að verkaskiptingi var kannski alveg að veita þetta allt, þá fór að stofna svona alls konar félagslegar stofnaði eða svona félagslegt athæfi sem hefur einhver liti tekið við trúabröðunum, sko, eins og bara íþróttir eða þú veist, skákklúbbar eða eitthvað, syngi í kór og allt þetta, sko. Þú veist, við erum alltaf að reyna að sækja í eitthvað svona félagslegt, sko, sem að veitir okkur einhverja svona fullnægju að tengjast öðrum, að tilheyra einhverju sem stærra, meir og merkilega en við erum sem einstaklingar og allt það. En þetta, sko, þú veist, þetta kemur samt ekki alveg í staðinn fyrir það að tengjast okkar nánustu, skilur við, sko. Og Sigmund Baumann, prófessor í félagsfræði, hann sagði, sko, að þú veist, þó þetta sé mjög jákvætt, sko, og ég allur á því að við höfum að efla félagsstarf, sko, því það gríðarlega jákvætt. Þá það samt kvöldi eins og að, sko, búa á móteli í staðinn fyrir að búa á heimili, sko. Þú veist, við erum að reyna að vinna upp eitthvað sem við fáum ekki í
nær umhverfum okkar, sko, eða auka það, skilur við, sko. Og en þú veist, og svo pútnar maður að tala um þetta, að þátttaka í öllu svona starfi, hún bara að fara þverrandi, sko. Sjáum það hérna á Íslandi, þátttaka í sjálfboðaliða starfi, hún að fara þverrandi. Ég finn það bara í Háskóla Íslands og sé að það bara mun færri sem koma á svona fyrirlestra og uppákomur. Það meira mál að fá fólk vegna þess að við erum öll svo upptökin með snjallleikinn okkar sem við teljum að veita okkur allt sem við viljum, skiljum við. Þannig að það svona partur af stóru myndinni, sko, skiljum við. Þú, einmitt á samfélagsmiðlunum á netinu, þá getur þú nálgast eða bara allt efni sem þið geti langað til, en kannski, og þetta einmitt svona, það alveg gott í sjálfu sér þannig að geta nálgast allar þessar upplýsingar, en þá kannski ertu minna að sækja einmitt svona auka viðburði sem eru í háskólanum, þar sem það áður hefði kannski ekki, þú hefði ekki getað séð neins þar annars þar. Já, og ég einmitt að tala fyrir þessu. Við þurfum bara að taka þátt í samfélaginu, sko. Og kannski eins og við þurfum að líka gefa meira til þess sem við tökum frá því, sko, skilur við. Og Georg Simmel, annar félagsfræðingur, sagði, sko, félagslyndi gjöf einstaklingsins til samfélagsins, skilur við. Þegar við tökum þátt í félagslegum athöfnum og þegar ég mæti á kóræfingu eða íþróttaviðburðinn eða mæti í skólan eða gera þetta, þá ég að gefa til annara líka, skilur við. Og ef við ætlum að bæta samfélagið og gera vatni í kringum okkur næringaríkara, skilur við, þá þurfum við að næra það líka, sko. Við getum ekki bara þegið, sko. Við getum ekki bara allt sem hentar mér hér og nú, sko. Við þurfum stundum að gefa og það partur af því að taka þátt í félagsstarfi, taka þátt eins og þið voru að gera hérna í mótmælum, sko, þú veist, að virkja þetta félagslega afl vegna þess að það alveg stórkostlega mikilvægt, ekki bara fyrir heilsu okkar og líðan sem einstaklinga, heldur bara fyrir samfélagið sem við viljum byggja þið í kringum okkur, sko. Eitt sem ég langaði að spyrja þig svolítið er munurinn á fyrirtækjum og svo svona félagasamtökum. Það svona grundvallar munur á afstöðunni þarna. Í fyrirtækja þá allt rekið eftir hagsmunum eigendanna og forsendum þeirra og þess áttar. En í félagasamtökum þá þú veist, yfirlega þetta undir lýðræðislegri stjórn fólks og það eitthvað svona félagsleg markmið og meiri samstaða í kringu það. Það kannski einhvern veginn að auka þetta félagsstarf og vægi félagasamtaka í samfélaginu. Alveg klárlega, félagasamtök eru lykil aðilar í myndun heilbrigðs samfélags, vegna þess að þau gangi ekki út á sömu forsendum og fyrirtæki. Og við sjáum fyrirtæki á markað, það snýst allt arðsemi og hámarka hagnað og hann þarf að vera meiri núna en næst og þannig að þú veist það farið að misnota markaðinn og eitthvað, skilur við, eins og oft gerist. Félagasamtök byggja náttúrulega á því að bara að fá eitthvað tilfinningu fyrir að tilheyra, búa til eitthvað, gera eitthvað, bæta eitthvað og allt þetta, sko, og ekki undir þessum hagnaðar hatti, sko. En það sem hefur gerst svolítið og ég minnist það í bókinni að félagslegir töfrar, svona raunverulegir félagslegir töfrar sem eru góðir fyrir okkur, sem við sköpum með samveru og samskiptum við aðra, það sem við myndum tengsl og finnum að við tilheyrum og samúðarskilningur og hjálpumst að og allt þetta. Svona hann á undanhaldi í þessum skjáheim og allt það. Og það sem hefur gerst það að sko, það búið að markasvæða félagstörfin okkar, skilur við. Þannig í staðinn fyrir að við búum til og fáum fullnægju fyrir þessa félagstörf og búum til þessa félagslegu töfra bara með fólkinn í kringum okkur, sem kostar okkur ekkert nema bara hitta það og eigi í samskiptum, þá hefur markaðurinn tekið þetta yfir og farið að selja okkur eitthvað svona töfrandi upplifanir, sko, skilur við, þú veist, og bara fara í bíó eða fara kaupa sín á íþróttaleik eða hvað þetta nú sko. Við erum alltaf að kaupa og borga fyrir að fá eitthvað svona félagslegar upplifanir, sko, eitthvað sem að eiga að veita okkur eitthvað svona af eitthvað sem við höfum tapað í samskipti við aðra. Og þetta svona þróun sem að byrjaði bara á 20. öldinni, sko, þegar Taylorismin var ekki að virka, skilur í verksmiðjunum og fólk var bara þunglint og allt þetta á einmanna, sko. Þá kemur upp svona neytenda markaður, bara bíómyndir og tónlist og allt það sem fær okkur til að upplifa eitthvað með öðrum og gera eitthvað og allt það. Og þetta við svolítið tekið voru enn meira núna með skjávæðingunni, sko. Þá alltaf svona, þú veist, þá erum við alltaf að kaupa okkur einhverja svona, það sem við höldum að veita okkur eitthvað,
þú veist, kaupa okkur aðgangað endalausum streymisveitum og eitthvað sem við erum eina að horfa á eitthvað í staðinn fyrir að upplifa félagslegu töfran og búa þá til með fólkinni kringum okkur, þá erum við að kaupa svona fjöldaframleita upplifun á töfrum sko, af markaðinum, skilur við. Og það er svona líka þróunin að markaðsöflin hafa, kannski má segja bara svona rænt þessum félagsheimum okkar og tekið þau til sín. Þannig við þurfum að borga fyrir það og aðgang og allt þetta frekar en að búa þetta til sjálf sko. Og ég tala nú ekki hérna snjall tæknifyrirtækin sko, sem að veit okkur þessi tæki og tól sko, þú veist, við þurfum að borga fyrir þau og þau eru hönnuð þannig að þau duga bara í ákveðin tíma, þau þurfum alltaf að vera endurnýja þau, skilur við. Þannig að við erum alltaf sko, við erum eins og svona fiskar á öngli veiðimannsins sko, við höfum enga undankomu sko, það er búið að nappa okkur inn í þetta og ég er svona að segja við sko félagslegu töfrarnir sem er okkur mikilvægum sem einstaklingum á samfélaginu, við sköpum þá með fólkinu í kringum okkur sko. Þar fáum við þessa fullnægju, þar fáum við þessa nánd, þar fáum við þessi tengsl, þar fáum við þessa örvun, þar fáum við þessa bara lífsnautnir sem er okkur hvað mikilvægast í lífinu en það er búið að svolítið að markaðsvæða og setja vermið á sko af fyrirtækjum, skilur. Einmitt, að við kaupum okkur aðganga að ykkur sem ætti í raun að vera eða hefur verið svona okkur mjög eðlislægt. Það eru sumir sem tala það, þú veist, fyrir svona innkomu kapitalismans og nýlendustefnunar til dæmis í tökum Vestur Afríku sem dæmi sem var mjög illa út úr þræla hagkerfi Vesturlanda að þar var fólk náttúrulega ekki iðnvætt, hagkerfin voru miklu minni en það sem var í Vesturlöndum en fólk var samt svona í félagslegu svona neti með hvort öðru og með náttúrunni og þess aftur og þetta var eiginlega bara allt rifið upp með rótum og þú sýnir einmitt myndir hérna í bókinni, sýnir myndir af svona bara götu eins og maður myndi sjá í hvaða borg sem er út í heimi í raun í dag og þar er einmitt verið að selja okkur aðgang að leiksýningu einhverju eða fara í nudd eða eitthvað veip og svo framvegis en við ættum í raun kannski að reyna að miða að því að samfélagið sé ekki alveg svona neysluhyggið heldur að einhvern veginn á bara svona grundvallar stigi að þá sé meiri félagsvirkni í kringum okkur að við séum meiri partur af samfélaginu, við séum ekki bara tannhjól sem síðan fær að kaupa sér aðgang til þess að neyta svona artificial upplöðana eiginlega sem að geta varla komið í stað þess alvörubundna sem við viljum. Já, sko þegar við sko, þú veist, þetta er á forsendum félagsleg þátttaka okkur, hún er á forsendum fyrirtækjana, frekar en okkar, og ég er að segja, við leiðum við gerum þetta meira sjálf, sko, en ég er nú að tala, sko, þú veist, samfélagi hefur batnað með margt, sko, ég er ekki að, þú veist, við höfum farið í eitthvað gammalt samfélag, en það þarf bara meira jafnvægi, þarf meiri kannski svona vitundarvakningu á þessu öllu saman, við erum að efla þessi félagslegu samskipti, það að fara í bíó, kvikmyndahús, sko, það er, þú veist, það getur verið mjög gott og öflugt vegna að þá förum við og upplifum eitthvað með öðrum sko. En þú veist, það að horfa á mynd einhvers staðar í símanum sínum sko, það er engin samfélagsleg virkni í því, skilur. Þannig að fara í bíó og fara í leikhús og allt þetta, það er miklu betra heldur en, þú veist, og getur margt gott í sér, en við þurfum samt að passa okkur á því að við þurfum að búa til eitthvað að þessum sjálf til að þurfi ekki alltaf að kaupa þetta dýrum dómi, sko, þú veist, og það er kannski svolítið punkturinn að félagslegu töfrarnir verða til og ef við eigum í góðum samskiptum við fólki í kringum okkur og eigum í ríkum og öflugum samskiptum við fólki í kringum og erum í einhverjum vinahópum og gerum eitthvað og allt það, þá höfum við minni þörf til að kaupa okkur einhverjar svona shortcuts, sko, svona sem eru takmarkari á markaði, sko. Þegar við fáum þetta beint svona í æð eins og kannski við viljum og ætti að vera. Já, og þá dregur líka á neyslunni sem hefur jákvæð áhrif á það að við erum ekki að kannski gangi eins mikið á jörðin okkar. Þetta helst allt í hendur, finnst mér. Og þannig að mér finnst og ég er að leggja til að þetta félagslega sé svolítið, svarið. Eða lausnin eða eitthvað hjálpar okkur að komast á réttabraut, þetta átt okkur á hvað er afskaplega mikilvægt fyrir okkur
og leiðir inn í alls konar aðra hluti í kringum okkur í samfélaginu. Einmitt það, sammála. Sjáum samfélagið. Viðar Halldórsson, takk kærlega fyrir komuna. Takk. Takk fyrir mig.